Á dögunum efndi Alþýðuhúsið á Siglufirði til málþings myndlist í Fjallabyggð. Alþýðuhúsið vinnustofa og heimili Aðalheiðar Eysteinsdóttur en einnig rekur hún Kompuna gallerí og notar salinn fyrir ýmsa viðburði. Á undanförnum 5 árum hafa sýningarhald, fyrirlestrar, kennsla, samstarfsverkefni og heimsóknir listamanna til Fjallabyggðar orðið sífellt meira áberandi og Aðalheiður segir bæjarbúa sem og ferðamenn kunna að meta þetta blómlega listalíf. Það náttúrulega einstaklega ánægilegt að það skuli vera tilefni til að halda málþing myndlist í Fjallabyggð, svona litlu bæjarfélagi þar sem aðeins 1400 manns búsettir en myndlistin blómstrar svo að það tilefni til málþings. Og það eru nokkrir aðilar á svæðinu sem eru að standa fyrir opinberu starfi þannig að fólk geti komið og skoðað, sýningarhaldi eða öðru slíku. Og það eru til dæmis Menntaskólinn á Tröllaskaga sem með listnámsbraut og þar eru þau með sýningar og auðvitað fyrirlestra og eitt og annað tengda kennslunni. Og síðan Herhúsið hérna á Siglufirði sem gestavinnustofa og þar eru alltaf, allan ársins hring, minnsta kosti 1 listamaður að störfum eða 2 og í lok dvalar þessara listamanna sem stendur yfirleitt í mánuð að þá sýning eða fyrirlestur eða listamannaspjall eða eitthvað í þeim dúr. Síðan Alþýðuhúsið hérna sem við erum stödd í, sem vinnustofa mín og heimili en ég hef staðið hérna fyrir sýningarhaldi í litlu gallerí sem heitir Kompan og þar eru alltaf 3 vikna sýningar, alþjóðlega sýningar með listamönnum bara héðan og þaðan úr heiminum og þær eru opnar alla daga þessar sýningar, fólki aðgengilegar og síðan ég oft með líka í þessum sal sem við erum stödd hérna viðburði. Oft á tíðum kannski gjörninga eða einhvers konar myndlistaviðburði en svo líka annars slags menningar viðburði. Og síðan listhúsið á Ólafsfirði sem með gestalistamenn og svona frá kannski 5-6 manns á hverjum tíma svona að jafnaði yfir allt árið og alveg upp í 25 manns eins og núna á vetrartímanum. Þannig og þetta fólk setur upp sýningar eða með listamannaspjall og svo samvinna á milli staða eins og listhúsið kemur inn í kennsluna í menntaskólanum og fólk frá listhúsinu að koma hingað og sýna hér og ég stökkun í kennslu í menntaskólanum og þetta svona krossast allt á milli og auðvitað fólki sem kemur í Herhúsið og að dvelja þar, það kemur og tekur þátt í því sem að gerast hérna, þannig að það að myndast hérna alveg ofsalega skemmtilegt svona bara myndlistaumhverfi og ekki bara sjónrænt með sýningum, heldur líka bara í daglegu tali og umgengni. Og okkur fannst full ástæða til þess að svona að fara af stað og í raun og veru bara fá einhvers konar mynd á þetta, hvað þetta sem við erum með? Og eins aðeins að huga að svona draumum og hver var næstu skref og hvernig þetta hafði þróast gegnum tíðina og svona stilla saman strengi. Og hvað kom út úr því? Það auðvitað bara kom út úr því að það náttúrulega bara allir agalega hamingjusamir með þetta allt saman. Ofsalega glöð og bjartsýn fyrir framtíðina. Það náttúrulega á þessu svæði náttúrulega gífurleg aukning ferðamanna. Þannig að við erum að fá svona góða aðsókn á sýningar og slíkt. Eins bara hér í Kompunni litlu hjá mér að meðaltali svona 200 manns sem að sjá 3 vikna sýningar. Og þá það sem sagt oftast svona langflestir koma á opnunardaginn en síðan að koma hópar og þannig sem eru bara að koma í bæinn og eru að leita sér að einhverju afþreyingu og þannig og koma þá inn á sýningar hérna. Þannig og þetta þykir bara mjög góð aðsókn hvar sem væri sko. Þannig að þó þetta sé svona lítið samfélag þá það að verða mjög svona í alfarðaleið og sérstaklega náttúrulega eftir að göngin voru gerð hérna á milli, Héðinsfjarðargöngin. En svo líka bara allt sem gert auglýsir sig og með öllu þessu fólki sem að koma að hér í Alþýðuhúsinu eru minnsta kosti 2 jafnvel 3 á ári svona stórar smiðjur þar sem að koma 20-30 manns til þess að vinna í einhver tíma í senn og allt þetta fólk fer svo
heim til sín aftur, hvar sem það nú í heiminum og svo barnast þetta og auglýsist út allt og nú bara orðin þannig andrúmsloftið í kringum listir í Fjallabyggð bara orðið þannig að fólk vill virkilega fara að koma og taka þátt. Þetta að verða svona, já, endilega að skella sér á Siglufjörð eða Ólafsfjörð og sjá hvað að gerast í menningunni. Hvaða áhrif hefur þetta á bara bæjarlífið? Ég vona, ég náttúrulega svo sem hef ekki gert könnun á því svona einhverja formlega en það sem maður heyrir á tali fólks og þeim sem koma hingað að fólk smá saman að venjast í að þetta sé hluti af daglegu lífi. Að það að fara á sýningar eða tala við listamenn eða annað hitta einhverja skemmtilega á kaffihúsinu eða í bakaríinu eða hvernig sem að það sé að verða bara daglegt líf og þá smá saman fyrir fólk að gera ráð fyrir því í sínum hugsunarhætti hvernig maður eyðir deginum að það sé hægt að fara og skoða sýningar eða taka þátt í einhvers konar menningarviðburðum og einmitt að hitta fólk alls staðar að úr heiminum líka auðvitað þetta víkka sjóndeildarhringinn hjá fólki á báða bóga náttúrulega, bæði fyrir þá sem að koma og sýna og taka þátt í verkefnum, en líka bæjarbúa að fá sögur og viðhorf alls staðar að úr heiminum. Og það mér finnst svona, það mjög mikil velvilji gagnvart öllu sem gert Oft þurfum við einhverja aðstoð eða listamenn sem að koma eða aðstöðu eða eitthvað slíkt og það undantekningarlaust alltaf orðið við því og fólk hefur bara gaman af og sumum finnst þetta auðvitað svolítið skrítið og eitthvað sem það ekki vant að hugsa En á þessum 5 árum sem að ég hef til dæmis verið í Alþýðuhúsinu að þá finn ég mjög greinilegan mun á mínum fastagestum sérstaklega eldra fólki sem að koma á sýningar hvað þau eru orðin móttækilegri og bara hæfari sjálf til þess að mynda sér skoðanir á því sem að gerast. Þannig að það safnast í gagnabrunnin og fólk verður með meira með á nótunum og þar með bara ríkari í sínu eigin prívatlífi.